Þetta ljósleysing. Góður fyrir krabbamein. Já. Ég er með svona boðskap á ljósmyndar sem finnst mér þess að hlusta. Það heitir of ung fyrir krabbamein. Saga Sólveig, við áhuga. Þetta lögðar. Já. Hvað er þetta að syngja? Verðsköttu, þetta ekki Námsgötu 49. Í Gallerí Ragnska. Gallerí? Ragnska. Það heitir Ljósmyndagallerí. Og já, þessi sýningu unga konuna sem heitir Sólveig. Og brakkaarberi. Já, þetta vildi að 25 ára og greindi svo með krabbamein 2 mánuðum seinna, 27 ára. Og var ekki byrjuð í eftirliti. Þetta er svona setning sem að sagði við hana. Þannig að góðsniðið er komið inn. Ef við komum að finna þetta inn. Já, þá er við svona spjall. Bæði sko á sunnudögum með svona spjall. Bæði Anna Margrét og ég var í ljósmyndarinnu. Góðan daginn. Já, blessuð, já. Anna Margrét, þú byrjar að tala eftir 3 mínútur. Já. Ég veit á æfinu. Við út af merkinu. Já, skrifa einhvers staðar, skrifa fyrst. Já.
Jæja, velkomin. Ég heiti Anna Margrét og formaður Brakkasamtakanna. Það mér mikill heiður að bjóða ykkur velkomin hér í dag á fyrsta fræðslufund vetrarins. Okkur í stjórn Brakkasamtakanna búið að langa lengi að standa fyrir fræðslufundaröð og við erum búin að skipuleggja þessa fundi þvert á lönd og landshluta síðastliðna mánuði. Ég bý í Bandaríkjunum og Jóhann Lilja býr í Vestmannaeyjum og Hrefna býr á Fáskrúðsfirði og síðan eru hinir í stjórninni í Reykjavík. Þannig að þetta búið áskorun en hér eru við og verið velkomin. Þá komið að fyrra erindi dagsins og það Sigurdís Haraldsdóttir sem dósent við læknadeild Háskóla Íslands og nýráðin yfirlæknir krabbameinsdeildar Landspítalans. Sigurdís, hún bjó árabil í Bandaríkjunum, stundaði sérnám í lyflæknisfræði frá Boston University og sérnám í krabbameinslækningum við Ohio State University. Hún gegndi stöðu lektors og krabbameinslæknis við Stanford University áður en við vorum svo heppin að fá hana hingað á Landspítalann. Og doktorsverkefni Sigurdísar fjallaði linsheilkenni. Gjörðu svo vel, Sigurdís. Takk fyrir. Góðan daginn öll sömul. Gaman að fá að vera með ykkur hérna í dag og ég hlakka til að kynnast ykkur betur og kynnast samtökum ykkar betur. Við komum heim í júlí og ég sem krabbameinslæknir, ég hef aðalega fókuserað á meltingarfærakrabbamein og linsheilkenni, sem argengt heilkenni sem ég ætla að segja ykkur aðeins betur frá. En núna síðustu 2 árin var ég við Dana-Farber Cancer Institute og fekk þar að vinna með Judy Garber og var heilmikið í svona Cancer Prevention Clinic eða göngudeild. Og ætla að segja ykkur frá nokkrum hlutum í dag. Já. Góður. Ó. Viltu að ég byrja aftur eða? Ég ætla aðeins að segja ykkur frá 2 nýjum rannsóknum sem komu út í ár í New England Journal of Medicine sem svona okkar aðallæknatímarit. Ég ætla aðeins að sýna ykkur módel sem var gert útbúið við Harvard sem aðgengilegt öllum og heitir ask2me.org. Aðeins að ræða stuttlega skimun og forvarnir í BRCA 1 og BRCA 2
Og ný lyf sem við erum farin að nota svo kallaða PARP-hemla í meðhöndlun krabbameina í einstaklingum með stökkbreytingar og síðan að segja ykkur eins og þið hafi kannski heyrt að þá auðvitað BRCA1 og BRCA2 þetta eru gen sem að taka þátt í viðgerðar ferli sem ef starfar eðlilega gerir við DNA-skemmdir sem geta komið upp og komið upp á hverjum einasta degi í frumum. En ég set nú þessa flóknu mynd hérna upp bara til að benda á það að það eru líka ýmis önnur gen sem að taka þátt í þessu ferli sem að við höfum lært meira og meira og ég veit að Vigdís ætlar að segja ykkur svolítið meira hvað er að finna í þjóðinni. Ég vil ekki sjá þið bendilum minn hérna. Til dæmis vitum við núna að það eru til stökkbreytingar í ATM sem að fyrirfinnast á Íslandi, geta aukið líkur á krabbamein á lífsleiðinni og PALB2 sömuleiðis og gen sem heitir CHEK2 sem er sennilega ekki á myndinni samt. Og saman þá köllum við stökkbreytingar í þessum genum á ensku Hereditary Breast and Ovarian Cancer Syndrome. Því að mörg þessi gen auka áhættuna á brjóstakrabbameini líka áhættuna á eggjastokkakrabbameini á lífsleiðinni. Og það er þannig þegar við erum að tala arfgeng heilkenni að þá flokkum við það svolítið í tvennt eftir því hversu háar líkurnar eru á lífsleiðinni á að fá krabbamein. Og við tölum gen sem að hafa moderate penetrance, það er að segja auka líkurnar 2 til 5-falt og svo gen sem að hafa háan penetrance sem að auka líkurnar meira en 5-falt. Og sum þessara gen eins og ATM, CHEK2 og BRIP1 sem að Vigdís kemur sennilega eitthvað inn á, þau eru svona meðal áhættu gen. Og sömuleiðis linsheilkennisgenin sem að við finnum hér á Íslandi að þau flokkast sem svona meðal áhættu gen. Og svo erum við með gen sem að við flokkum sem há áhættu gen eins og BRCA1 og BRCA2 og PALB2. Og hér eru gen eins og lífrá-meni og gen sem valda ristilsepum og ristilkrabbameinum á áhættu. Og þá kem ég þessari fyrstu rannsókn sem ég langaði til að segja ykkur frá og nú finnst mér eins og ekki geta að slokna hérna á mikrofóninum. Heyrið í mér? Ok. Allt í einu bara heyri ég eitthvað minna en kannski ef allir heyra þá erum við í góðum málum. Ok, þú lækkar, ég skil. Ok. Þannig að í gegnum árin að þá hafa vísindamenn velt fyrir sig nákvæmlega hversu mörg af þessum genum raunverulega auka áhættuna á brjóstakrabbameini og þannig að þessar 2 stúdíur sem að koma út núna í ár hafa svona svolítið hent reiður á því nákvæmlega hvaða gen við eigum að einblína á þegar við erum að hugsa brjóstakrabbameins áhættu og skima konur og kalla fyrir brjóstakrabbameini. Og auðvitað staðfestu það sem við höfum vitað í mörg ár að BRCA1 og BRCA2 eru þau gen sem að hafa í för með sér hæstu áhættuna á lífsleiðinni. Og þegar við erum að tala áhættu í lífsleiðinni þá erum við alltaf að tala hver áhættan frá 25 ára aldri upp til 80 eða 85 ára aldurs aðeins eftir módelum. Þannig sjá BRCA1 hér áhættan í þessar stúdíum 60% og þetta eru vikmörk á því og BRCA2 hér aðeins neðar. En þessar 2 stúdíur, þessu næsta sem ég ætla að sýna ykkur, leiddu líka í ljós að það eru ákveðin gen eins og BARD1 og RAD51C og D sem eru í þessu sama DNA viðgerðarferli sem að auka áhættuna en eru svona meðal áhættu gen. Þessi áhættan í kringum kannski 20 til 30% hér. Og þannig að þessar stúdíur hjálpa gríðarlega því að nú getum við raunverulega lagt upp gott skimunarplan fyrir fólk með stökkbreytingar í þessum genum
hááhættugenin og meðaláhættugenin. Þá langar mig til þess að sýna ykkur aðeins þetta módel hérna, ask2me.org og er einhver hérna sem þekkir þetta módel, ef við nota kíkt á það. Okay. Þannig að það geta allir farið inn á þetta, þannig að slóðin er bara ask2me.org og stendur fyrir All Syndromes Known to Man Evaluator og þetta er sem sagt útbúið af Harvard Háskóla og maður hefur bara hérna click here to try the calculator og síðan getur maður þá sett inn það gen sem einstaklingurinn er með stökkbreytinguna, minnvaldandi stökkbreytingu í og við skulum bara velja hérna BRCA2, maður getur sett karl eða kona og svo getur maður sett aldur einstaklingsins og ég ætla bara að sýna ykkur fyrir ykkur sem er 25 ára hvernig við notum þetta módel. Og auðvitað ef fólk hefur farið í einhverjar aðgerðir, látið fjarlægja leg, brjóstvef eða eggjastokka þá er þetta að setja það inn. Ef fólk hefur fengið kanser áður þá er þetta að merkja við það og síðan klikkar maður bara á, smellir á submit og þá fáum við upp tölur. Og þannig að hér í fyrsta grafinu að þetta svona summary graf og þetta auðvitað þessar tölur sem maður fær yfirleitt upp ef maður að googla BRCA2 og áhættuna á til dæmis brjóstakrabbameini og við sjáum það að karriér einhver með BRCA2 stökkbreytinguna, non-karriér hefur ekki BRCA2 stökkbreytingu og síðan skoðum við hérna áhættuna frá 25 til 85 ára aldurs og hún í kringum 60% með BRCA2 stökkbreytingu. Á meðan í popular zone-inni, þetta í Bandaríkjunum að þá hún 13 til 14%. Og maður getur kíkt á eggjastokkakrabbameins áhættu og við vitum að það aukin áhættu á brjóstakrabbameini 5 til 7% á lífsleiðinni. En ég held það sem eiginlega meira gagnlegt við þetta módel þegar maður að hitta konu sem 25 ára, í stað þess að vera að horfa á uppsafnaða áhættu næstu 60 árin að skrolla aðeins hérna niður og skoða hvernig þessi áhætta breytist með aldri. Og ef að þið sjáið, í staðinn fyrir að vera að tala 60 ár að þá kannski gagnlegra að tala næstu 10 árin við konu sem 25 ára. Og sem betur fer þá vitum við að áhættan á þessum aldri er lítil þessi fyrstu 10 ár. Hún 4% í þessi fyrstu 10 ár og fer svo auðvitað vaxandi. Og ég held að þetta sé mjög gagnlegt þegar einhver sem 25 ára auðvitað að velta fyrir sér hvort að hún að fara í skurðaðgerð, hvað hún að gera til að reyna að minnka þessa áhættu. En á kannski eftir að eignast sín börn og vil geta gefið þeim brjóst og svo framvegis að ræða það raunverulega hvað þetta þýðir næstu 10 árin fremur næstu 60 árin. Og hitt sem ég vil líka benda ykkur á ef maður með konu til dæmis sem orðin 70 og hún að greinast með BRCA2 stökkbreytingu, að þá getur maður ekki horft á þessar tölur sem hérna uppi. Þess að hennar áhætta ekki 60%, hún hefur lifað 70 ár án þess að fá brjóstakrabbamein og þá hún í rauninni búin að brenna upp töluvert af áhættunni. Og þá réttar að horfa á þetta módel hér, hún 70 ára og hvert riskið hérna sem eftir frá 70 upp til 85 ára aldurs. Og það meira svona 10 til 15%. Þannig að mikilvægt held ég að útskýra það fyrir konu sem 70 því að hún kannski að velta fyrir sér að fara í skurðagerð en maður myndi ekki mæla með því þegar áhættan undir 20%. Þannig að ég vona að þetta sé gagnlegt aðeins að líta á þetta. Og svo getur við hort á eggjastokka og brjóstakrabbameinið og eins og segja hægt að setja hvaða gen sem mörg gen þarna inn til að skoða áhættuna og hvernig hún breytist með aldri. Ok, og þá, svo við förum aðeins yfir þá hvað við erum að ráðleggja og nú ég svona svolítið að ræða bandarískar leiðbeiningar.
að sem sagt í BRCA1 og BRCA2 fyrir konur að þá auðvitað fyrir að fyrsta hvað varðar skimun, að þá auðvitað því munið með skimun og þá erum við að reyna að greina brjóstakrabbamein snemma. Við erum í raun ekki að koma í veg fyrir brjóstakrabbamein. En hvað varðar skimun að þá auðvitað mælum við með brjóstamyndgreiningu og yfirleitt byrja maður með segulómun við 25 ára aldur og bæti síðan brjóstamyndatökunni mammogramminu við 30. Og yfirleitt að rótera þessu þannig á 6 mánaða fresti kona fari í eina myndatökuna eða hina. Hvað varðar eggjastokkakrabbameinið þá mælum við auðvitað til þess að konur fari í gynekológíska skoðun einu svona ári. Og svo það eru nokkrar stúdíur erlendis frá sem hafa sýnt fram á aukna tíðni sortuæxla. Við höfum ekki sýnt fram á þetta á Íslandi en það er svo auðvelt að fara í skoðun hjá húðlækni einu svona ári, þannig að ég myndi mæla með því við fólk sem er með BRCA2 breytingu og þetta er spesifískt fyrir BRCA2. BRCA1 virðist ekki hafa þessa áhættu á sortuæxlum. Og svo er aukin áhætta á brjóstakrabbameini í BRCA2. Þetta bæði við konur og karla. Og það er verið að skoða núna hvort að það að skima fyrir brjóstakrabbameinum með segulómunum og með því að gera magaspeglun og ómskoða brjóstið hvort að það geti greint þessi megin snemma og það er svolítið of snemmt að segja til hversu effektíft það er. Síðan auðvitað forvarnirnar, hvernig lækkum við áhættuna á því að fá brjóstakrabbamein eða eggjastokkakrabbamein og þar eru það auðvitað skurðaðgerðirnar að konur geta alltaf valið að fara í brottnám á brjóstvef. Og ég myndi segja auðvitað ættu að allar konur að hitta skurðlækni til að ræða kosti og galla þess til að finna út við hvort það sé fyrir þær. Brottnám á eggjastokkum mælum við með. Þessar skimunaraðferðir, við höfum aldrei í rauninni sannað að það að skima fyrir eggjastokkakrabbameini greini það fyrr en ella. Þannig að hér mælum við sterkt með því að fara í brottnám á eggjastokkum. Í BRCA1 gerir maður það 35 til 40 ára, 40 til 45 í BRCA2. Og síðan fyrir þær konur sem velja að fara ekki í brottnám á brjóstvef að þá er hægt að beita því sem við köllum chemoprevention sem er í rauninni að nota tamoxifen, þá andhormóna meðferð sem við teljum að dragi úr líkum á brjóstakrabbameini 50% og það er taka þetta í 5 ár. Og þetta virkar betur í BRCA2 af því að þar fái frekar hormóna jákvæð brjóstakrabbamein. Þannig að þetta er eitthvað sem kemur til greina. Ég ætla svo að nefna aðeins PARP-hemlan á eftir, en það má ekki gleyma körlunum. Þannig að BRCA stökkbreytingar tengjast aukin áhætta á blöðruhálskirtilskrabbameini. Þannig að við segjum farið í skimun með því að láta þreifa blöðruhálskirtilinn og athuga PSA í blóði frá 40 ára aldri, brjóstkassaskoðun árlega frá 35 ára aldri og svo aftur fara til húðlæknis með BRCA2 breytingu. Þið megið stoppa með að það eru einhverjar spurningar. Síðan þessi PARP-hemlar, þetta eru lyf sem að nú farið að nota í krabbameinum sem verða til af völdum breytinga í BRCA1 eða BRCA2. Og hefur, svo ég útskýri aðeins út á hvað þetta gengur, að þá PARP ensím sem að tekur þátt í því að gera við DNA og gerir við svo kallað single strand break, þess að ef einn strendingurinn brotnar þá getur þetta ensím gert við hann. Við notum hemil sem að hemur þetta ensím, þannig að getur ekki gert við þetta break hérna á einum strendingi í DNA-inu og það leiðir til þess að hinn strendingurinn brotnar líka og við fáum það sem kallast double strand break. Ef fruma er heilbrigð þá getur hún bara gert við það með BRCA1, BRCA2, þessu DNA viðgerðarkerfi sem ég sýndi ykkur á fyrstu glærunni. En ef að fruma er með BRCA breytingu, eins og krabbameinsfruma í einstaklingi með BRCA1 eða BRCA2 heilkenni, að þá getur ekki gert við
þetta break og þá fer frumunin í apoptósu. Þar sem hún drefst, krabbameinsfruman drefst og þannig virkar þetta lyf, þessi PARP-hemlar. Þannig að nú erum við farin að nota þetta í krabbameinum af völdum brakkabreytinga, í blöðruhálskirtli, í brisi, í brjóstakrabbameinum og eggjastokkakrabbameinum. Og nú er farið að færa þetta í það að gefa þetta sem viðbótarmeðferð. Það er að segja, þessi stúdía kom út núna bara fyrir 4 mánuðum. Þannig að í þessar stúdíu þá eru konur með BRCA1 eða BRCA2 stökkbreytingu sem höfðu fengið brjóstakrabbamein, farið í skurðaðgerð, fengið sína lyfjameðferð og hormónameðferð það átti við, að þær fengu þetta lyf sem heitir olaparib og þeim var sem sagt, það var randomiserað annað hvort fengu að lyfið eða bara placebo og þið sjáu það að lyfið hafi talsverð áhrif á það að auka líkurnar á því að lækna krabbameinið. Þannig að nú bíðum við bara eftir því að þetta verði samþykkt sem meðferð sem við eigum von á núna í lok árs. Og þá ætla ég aðeins að breyta gír og tala aðeins Lynch heilkenni. Þetta er heilkenni sem ég hef rannsakað í mínu doktorsverkefni sem ég var hérna við háskólann árið 2017 og áður við byrjuðum það verkefni þá þekktum við engan á Íslandi með Lynch heilkenni sem var mjög undarlegt því að þetta fyrirfinnst í öllum þjóðum þar sem þetta hefur verið rannsakað og við sem sagt komumst að því að þetta er talsvert algengt á Íslandi, við fundum í rauninni hæsta algengi í heiminum, 1 af 226 Íslandingum. Góðu fréttirnar voru þær að það eru 4 gen sem að geta verið involverið í Lynch heilkenni. 2 hafa háa áhættu á ristilkrabbamein á lífsleiðinni. 2 þeirra sem eru hér og fyrirfinnast í þjóðinni hafa lægri áhættu, þau eru svona meðaláhættu gen. Og þess vegna hafði þetta sennilega aldrei almennilega komið á borð neins því að maður bara sá ekki svo háa sýnd af ristilkrabbameinum í fjölskyldunum. En allavega nú vitum við hvað við erum að eiga við. Við vitum að 2–3% af sjúklingum með ristil- og endaþarmskrabbamein bera Lynch heilkenni, þannig að nú skimum við fyrir þessu hér á landi. Við skimum alla sem greinast með ristilkrabbamein og alla sem að greinast með legbolskrabbamein líka. Og markmiðið er auðvitað að finna þessa einstaklinga því að við vitum að við getum gert svo mikið hvað var að skimanir og forvarnir. Og áhættan á lífsleiðinni sjáðu hérna með MSH6 breytinguna að hún er talsvert há á legbolskrabbameini. Helmingur kvenna mun fá legbolskrabbamein á lífsleiðinni ef við beitum engum forvörnum og 1/3 karla og kvenna fær ristil- og endaþarmskrabbamein ef við beitum ekki speglunum. PMS2 hefur lægri áhættu, 10–15% fá legbolskrabbamein á lífsleiðinni, 10–15% ristil- og endaþarmskrabbamein. Og þannig að við vitum það eru, já, ég segi það spurning. Það eru krabbamein í leginu. Þetta er ekki leghálskrabbamein, heldur í leginu sjálfu. Þá getur leghálskrabbamein, legbolskrabbamein og svo er eggjastokkakrabbamein og eggjaleiðarakrabbamein. Og þetta er það sem við myndum kalla á ensku uterine cancer. Þannig við vitum það að yfir 1000 einstaklingar bera heilkennið á landinu. Við vitum það að ef við myndum senda þessi einstaklinga í ristilspeglanir þá er hægt að fjarlægja sepana áður en þau verða krabbameinum. Það þarf að spegla fólk nokkuð títt, svona 2–3 ára fresti. Auðvitað hjá konum sem að bera MSH6 þegar þær hafa átt sín börn og eru komnar yfir fertugt, þá myndum við mæla með því að leiðið sé tekið og þar með getum við komið í veg fyrir þessi krabbamein. Og síðan ætla ég að segja ykkur aðeins hérna ónæmisörvandi meðferðir. En einmitt, þannig að til að sýna ykkur með hverju myndum mæla og nú er ég að tala MSH6 og PMS2, þessar 2 breytingar sem að veldur svona 96% af Lynch heilkenni á Íslandi. Ristilspeglun byrja 30–35 ára að fara á 2–5 ára fresti fyrir hans eftir hvaða breyting við ræðir, hvað við segjum. Forvarnir, hvernig draugum við svo úr tíðninni á legbolskrabbameini.
með því að fjarlægja legið og gætum fjarlægt eggjastokka líka. Það mögulega aðeins aukin tíðni á eggjastokkakrabbameini og síðan hefur Magníl sýnt sig að minnka líkurnar á krabbameinsmyndun 50%. Þannig að við myndum segja fólki með linsheilkenni eða hefur engar frábendingar að taka Magníl, taka allavega 2 ár. Akkurat, já. Magníl, fyrir svona 15 árum að þá fór fram stúdía á fólki með linsheilkenni og því var annað hvort gefið Magníl eða ekki gefið Magníl og Magníl dregur úr áhættu á ristilkrabbameinum 50% hjá þessum einstaklingum. Þannig að þetta tiltölulega einfalt og þetta ekki algjörlega aukaverkanalaust, það til fólk sem þolir ekki Magníl en einfalt og minnkar áhættuna þetta mikið. Magníl, Akkurat, sama nema í þessari stúdíu þá gáðu 650 mg, hjartamagníl 75 mg og nú verið að gera stúdíu sem að skoða hvort að minni skammtar séu fullnægjandi. Það þetta hærri tíðni magasára maður að taka 500 mg af magníl eins og þetta var í gamla daga. Og þetta bara minnka líkurnar á ristils eða hefur einhver áhrif á legháls? Góð spurning. Þetta klárlega dregur úr áhættuna á ristilkrabbameinum en virðist líka draga úr áhættu á öðrum krabbameinum í fólki með linsheilkenni. Þannig að maður nefnir það að það virðist geta dregið úr áhættu á fleiri krabbameinum. Í fjölskyldunum minni þá ristilkrabbamein sem að brakka í. En ég sá það ekki á Þetta góð spurning. Stúdíur á ristilkrabbameinum í BRCA 1 og BRCA 2, þær hafa verið svolítið misvísandi hvað varðar áhættu á ristilkrabbameini. Það virðist þó vera að séu sennilega ekki tengsl í BRCA 2 en að það gætu verið tengsl í BRCA 1. Þetta hefur ekki ennþá nein áhrif á hvers konar skimanir við myndum mæla með. Það að segja til dæmis í Bandaríkjunum þar sem við mælum með ristilspeglunum frá núna 45 ára aldri myndum maður bara mæla með því að maður veit að BRCA 1 nema þessi mjög sterk fjölskyldusaga. En ef eru ungir einstaklingar að greinast með ristilkrabbamein að þá myndum maður segja einhverjum eins og í þinni fjölskyldu að fara í ristilspeglanir 10 árum áður en yngsti einstaklingur með ristilkrabbamein greinast. Og aðeins þetta með þessa ónæmisörvandi meðferð að þetta auðvitað svona það nýjasta í krabbameinsmeðferð og ónæmisörvandi meðferð holt og bolt notuð núna í 20 mismunandi krabbameinum, lungnakrabbameinum, nýrnakrabbameinum, sortuæxlum og alveg að gjörbreyta horfum einstaklinga með þessi krabbamein. Í linsheilkenni að þá virkar ónæmisörvandi meðferð í krabbameinum á stigi 4 óháð því hvaðan þau koma. Þannig að ef ég með einstakling með linsheilkenni þá skiptir ekki máli hvort það sé ristilkrabbamein eða leghálskrabbamein eða gallblöðrukrabbamein ef að einstaklingur með sjúkdóm á stigi 4 og þá myndum við setja þannig einstakling á ónæmisörvandi lyf og mjög líklegt að krabbamein myndi svara. Og maður hefur verið með einstaklinga þar sem við meðhöndlum í 2 ár, krabbameinið hverfur á meðferð og svo höfum við getað stoppað ónæmisörvandi lyfin og áhrifin halda áfram, krabbameinið kemur ekki aftur. Og þetta svo ný lyf að spurningin auðvitað getum við læknað fólk sem með krabbamein með meinvörpum með þessari meðferð og það svona bara of snemmt að segja. En það allavega margir sem klárlega lengir líf og gjörbreytir horfum fólks. Má ég spyrja það einu? Já. Kannski stökkbreytingunum í BRCA eins og hinum. Þegar nú til mismunandi stökkbreytingar í þessu BRCA-teymi. Það þessi landnámsstökkbreytingar, aðrar stökkbreytingar. Eru þær allar að hafa svona áhrif? Þetta góð spurning og já, það til á milli 2.000 og 3.000 stökkbreytinga í BRCA 1 og BRCA 2 stór gen
Þannig að auðvitað erum við með mjög fáar breytingar hér á landi og Vigdís kemur kannski aðeins inn á það. En allan það þannig að þessi gena, það virðast vera svæði innan genanna sem að hafa meiri áhrif á eggjastokkakrabbamein og svæði innan genanna sem hafa meiri áhrif að auka líkur á brjóstakrabbameini. Þetta samt ekki þannig að við séum farin að nota þetta til að ákveða hvernig eigi að skima fólk. En já, það ykkur breytileiki í þessu eftir nákvæmlega hvar breytingarnar eru. Nei, alls ekki. Ég meina, fólk sem að myndi vilja koma í erfðaráðgjöfina til að láta tékka á linsheilkenni út af fjölskyldusögu, ég meina, absolutt velkomið. En ég að segja, við tékkum alla sem að greinast með þessi krabbamein bara til að reyna að hafa upp á fólki og auðvitað ég að vonast til þess að einhvern daginn að þá gætum við komið upplýsingum til fólks linsheilkenni á svipaðan hátt og við höfum gert með þessa BRCA2 founderbreytingu. Því að við klárlega getum komið í veg fyrir mörg krabbamein ef við vissum hver ber linsheilkenni og getum skimað fólk. Ég var í 2017, þannig að þá var þetta ljóst að það væri linsheilkenni á landinu og við byrjuðum eiginlega strax á Landspítalann með prótókól að skima ristilkrabbameinssjúklinga, leghálskrabbameinssjúklinga, þannig að það fór eiginlega strax í gagnið. Þannig að ef við hérna inni erum með BRCA, myndur ráðgjafa að fara í genaráðgjöf þó sem við höfum farið í genaráðgjöf fyrir 2017? Góð spurning, einmitt. Já, það fer aðeins eftir, já, ég leyfi Vigdísi að svara þessu. Endilega, það mjög lítill þröskuldur að prófa. Og þetta þá algengt eins og BRCA? Akkúrat, á nákvæmlega sama hátt. Þetta erfist með ríkjandi erfðir, þannig að ef einstaklingur ber linsheilkenni þá hefur barn 50% líkur á því að erfa það. Þú gætir teóretískt verið með einstakling sem með BRCA og með lins, en þessi gen sitja samt ekki á sama litningi, þannig að það erfist ekki endilega saman. Akkúrat, og það verður BRCA eykur ekkert líkurnar á því að vera með linsheilkenni. Við veitum þetta 1 af 226. Ég myndi segja kannski byggist á fjölskyldusögu hvort það ætti að láta fara aftur í test fyrir því. Ok, svo það bara síðasta glæran og mér þykir mikilvægt að minnast á lífsstílinn. Þetta alltaf mikilvægt þegar kemur að krabbameinsáhættu og auðvitað bara heilbrigði almennt og með hverju mælum við ættum að hreyfa okkur allan 2 til 3 tíma í viku. Þetta forðast reykingar, áfengi í hófi, það tala reyna að halda því við 3 til 4 drykki í viku og þetta helst ekki neitt. Offita eykur áhættuna á krabbameinum 12 mismunandi tegundum krabbameina. Ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt að koma þessum boðskap út til þjóðarinnar því að auðvitað við í offitu-faraldri eins og hin vestrænu lönd og til mikils að vinna að reyna að snúa því við. Og síðan forðast rautt kjöt að borða allavega ekki meira en einu sinni í viku, forðast mikið unnar kjötvörur og forðast sykraða drykki. Þetta tengist áhættu sérstaklega á ristilkrabbameini, borða ávöxt og grænmeti. Og svo þetta brjóstakjöf dregur úr áhættu á brjóstakrabbameini. Þannig allt góðir hlutir. Einhverjar aðrar spurningar áður en ég kveð ykkur? Mér bara að forrætna. Getur þið tengið að aðganga klæðinu þínu? Við sem tengið við taka með Já. Já, saman við þig. Einmitt, ég held. Það var tekið upp. En það kannski sést ekki vel á glærinu, þannig við myndum það kannski samræma það eitthvað í samræmi. Einmitt. Já, ég vil spilla það, akkúrat.
og hafa aðgengilegt á heimasíðum. Sortuæxli. Verða það að það er ekki rannsaka, segja Sýralandi á það ekki, er það vegna það ekki rannsaka almennilega hér, eða er það alveg ástæða? Akkurat, þetta er góð spurning. Ég held að þetta hefur ekki verið rannsakað í þaula hér. Já, nei. Það er ekki gríðarleg sýn. Far til húðlæknis. Já. Ég bara svo tíðinina, sko. Mitt. Það er svo komið í minni skipti, þannig að ég veist ekki hvort það tilvíðið eða ekki. Akkurat, eitthvað sem við þurfum að skoða betur hér á landi. Hvað spyrir við með hormónameðferðina sem þú talar sérstaklega fornafnir? Hvað er það? Góð spurning, það er hægt að nota tamoxifen eða það sem við kallum aromatase hemla. Og aromatase hemlatir getur maður bara nota hjá konum sem hafa farið gegnum tíðahvörf. Tamoxifeni myndi maður ekki vilja nota fyrir en eftir 35 ára aldur. Því að eggjastokkarnir mega ekki vera mjög virkir í estrógenframleiðslu þegar maður fer á það lyf. Þannig að eitthvað sem hefur ekki, þetta hefur ekki verið mikið notað hér á landi en ætti absolutt að vera kostur fyrir konur sem þau vilja ekki fara í aðgerð eða hafa ekki áhuga á því á þessum tímapunkti að þá getur þetta dregið úr áhættunni. En maður þarf að taka því 5 ár. Akkurat, það er notað einmitt við hormónapósitífu brjóstakrabbameini, akkurat. Og það hefur verið notað, það er nú verið að skoða, skammtarnir eru 20 milligrömm og þegar konur fara á þetta þá geta þær fengið svona, hot flashes, hitakóf og nú er verið að skoða hvort það sé hægt að nota 5 milligrömm. Þannig að það er verið að reyna að þróa þetta áfram og gera þetta auðveldara að taka. Sumar konur þola þetta mjög illa og ef maður væri á 20 milligrömm þá getur maður mögulega lækka þetta niður í 5 milligrömm. Akkurat. Og svo þetta getur þetta aukið áhættuna á blóðtöppum og legkrabbameinum smávægilega. En akkurat ekki alla sem þola þetta. Já. Já, ég lókið til að baka það að ungum konum ekki, þú mælir ekki með því að það er strax í aðgerðunar. Eru svona áhættum og aðgerðunar eða hvað er það konum? Ertu að meina brjóstaaðgerðina og eggjastokkaðgerðina, hvort tveggja? Okay. Ég myndi segja, það er ekki þannig að við mælum gegn því að fara til dæmis í brottnám á brjóstvef. Það er absolutt, kona getur gert það á hvað aldrei sem er. Ég myndi segja að við mælum alltaf með því að það er hitt í skurðlækni. En ég myndi segja að þetta er persónulegt val, þannig að það eru konur sem að gera þetta og það eru konur sem að geta ekki hugsað sér þetta. Eða þetta ungar konur sem eiga eftir að eigna sín börn og vilja geta gefið brjóst. Þannig að hvað varðar brottnám á brjóstvef, maður tekur umræðuna, maður þarf að tala um valkosti og svo er þetta val konunnar. Hvað varðar eggjastokkana, þar mælum við með því. En ekki hjá mjög ungum konum því að leið við gerum það þá fara konur allir í tíðahvörf. Ef að konur gera það á mjög ungum aldri að þá er miklu meiri hætta á beinþynningu og þetta alls konar aukaverkanir eða einkenni sem fylgja þeir fara gegnum tíðahvörf. Þannig þess vegna væri það til dæmis ekki gert hjá einhvern sem 25 eða 30 ára. Hjá BRCA 1 þá mælum við með því 35 til 40 ára, BRCA 2 40 til 45 ára. Þannig að nú er mjög algengt að eggjastokkur eru teknir hjá konum 50 sem það er lyfjalyf en það er það er einnig að reyna að hindra beinþynningu og hjartasjúkdóma. Já, góð spurning. Þú ert meina hormónalyf. Akkurat, þetta kemur náttúrulega upp í umræðinni þegar við erum að fjarlægja eggjastokka, konur fara í gegnum tíðahvörf, eigum við að setja þær á hormónameðferð eða ekki. Og við vitum það að estrógen, prógesterón, hormónameðferð að bara holt og bolt ef við myndum gefa öllum konum þá eykur það lítillega áhættuna á brjóstakrabbameini. Þannig að það hefur verið svona áhyggjur vegna þessa í konum með BRCA 1 og BRCA 2 en
nýlega stúdíur hafa sýnt að ef við erum að gera þetta í stuttan tíma, innan við 5 ár, að þá eykur það ekki áhættuna á brjóstakrabbameini. Og þetta eingöngu hjá konum sem hafa ekki fengið brjóstakrabbamein. Ef konur hafa fengið brjóstakrabbamein þá myndur ekki setja hormónmeðferð. En þannig að þetta hægt sem sagt, en við gerum þetta í stuttan tíma og þetta já til þess að hjálpa konum með einkenni, þetta vernda beinin og þetta mikilvægt að maður tekur umræðinu þetta við allar konur og velur svo hvað að gera. Sko. Það myndi þú að ráðleggja konur sem verða 48 ára og finnur ekki nein einkenni eftir að eggjastokkurinn tekinn. Á hún að vera að prófa í sig einhver morgun? Ég meina, ef að konu komið þetta nálagt 50 að sennilega ekki. Ég meina, það verður svo gott að vita nákvæmlega hvenær eggjastokkarnir voru teknir og taka umræðu. Já, ég myndi sennilega sleppa því. Sko. Ok, heyrðu. Bara glæsilegt og þakka ég kærlega fyrir. Þú sagði takk fyrir. Takk fyrir komuna. Sömuleiðis, gaman að vera með ykkur. Takk fyrir. Nei, það þeir. Gerða það. Blessuð. Takk. Þetta allt mjög einstæðið að sjá þetta. Þetta svona skilpröfa fyrir reyndugur og streym og fundum. Já, þessi mitt, já. Ef það koma spurningar, við komum þessum til ykkur, þannig að heyrist í streyminu. Já. Verðum öll bara svona, heyrist eitthvað, heyrist ekki reitt? Hvað segir það? Ég ekki... Ok. Já, og þá komum við að setna erindi dagsins og það Vigdís Stefánsdóttir, erfðaráðgjafi á Landspítalanum og hún fræðir okkur BRCA og aðrar erfðabreytingar. Vigdís hefur unnið mikið brautryðjandi starf í erfðaráðgjöfinni á Íslandi og hún var fyrst Íslandinga til að ljúka doktorsprófi í erfðaráðgjöf og gerði þar frá Cardiff í Wales. Það rétt hjá mér. Ok, doktorsprófi hér, glæsilegt. Og svo aðdánavert að sérþekking hennar á íslenskum ættartrjám og erfðabreytingum einstök á heimsvísu. Gjörðu svo vel, Vigdís. Skipta. Já. Já. Þá að finna fyrirlesturinn. Já. Þetta minn. Sko, ég átti nefnilega að vera á undan með Sigurdís, þannig að þið fáið létt með þetta núna. Þið eru búin að fá alltaf þunga og nú ætlum ég að segja ykkur þetta létta. En eins og sagði þá ég erfðaráðgjafi á Landspítala og það sem ég ætlaði aldrei að gera var að vinna hérna í erfðaráðgjöf með krabbamein, bara aldrei. Ég ger ekkert annað. Þannig að, hvað veit maður? En við vitum að það eru ansi margar konur sem fá brjóstakrabbamein á hverju ári. Það eru svona 235, eitthvað svoleiðis, 25 karlar. Það má aldrei gleyma þeim, það er alltaf nokkrir karlar sem fá brjóstakrabbamein. En þetta eru margir sjúkdómar. Brjóstakrabbamein ekki bara einn sjúkdómar, það eru margvíslegir sjúkdómar. Og við heyrum óskaplega mikið arfgeng brjóstakrabbamein og raunar svo mikið því að oft heldur maður öll krabbamein séu arfgeng. Þau eru þetta svona að vissu leyti, því að þau verða alltaf vegna þess að það eru ykkur skemmd í erfðaefninu, en ekki alltaf ykkur skemmd sem erfist á milli kynslóða, sem þá arfgengt. Og meðalaldur við brjóstakrabbameinsgreiningu svona 63 ár, það er að segja heilt yfir, en oft svona 20 árum yngri hjá þeim sem bera einhverjum meinvalda stökkbreytingu.
Og við státum að því að vera með góða lifun í brjóstakrabbameinum og það stendur hérna 90%, ég heldur undir að sé eitthvað aðeins meira en allavega það. Svo það eggjastokkakrabbamein sem líka áhættuþáttur meðal annars í BRCA og fleiri genum. Þau eru heldur fleiri en það að hafa meðalhaldandi stökkbreytingu sem veldur aukin áhætta á eggjastokkamein, það eykur áhættuna töluvert mikið. Og þannig meðalaldur líka svona í kringum 65 ára eitthvað svoleiðis, þannig að þetta ekki, í grunninn eru þessi krabbamein ekki krabbamein ungra kvenna, þannig að þegar kemur ung kona með krabbamein, brjóstakrabbamein, eggjastokkakrabbamein og ung þá segi undir 50, þá kom upp alls konar svona rauð ljós. Og það þá alltaf að bjóða þá erfðarannsókn í þeim tilfellum. Og við erum svona með almennar leiðbeiningar, almennar svona ábendingar fyrir erfðaráðgjöf og þetta svona, við fórum kannski meira eftir þessu einu sinni. Nú erum við tökum við þetta öðruvísu og við skoðum hvert og eitt tilfelli. Við höfum óbúslega lágan þröskuld til að prófa og hann mjög lágur. Ég get alveg sagt okkur það að við fáum heilmikla skammi fyrir hvað við eyðum miklum peningum í erfðarannsóknir. En ef maður finnur eina manneskju með breytingu sem veldur aukin áhættu á því að fá krabbamein, þá segi ég, þá eru hinar 500 rannsóknir alveg þess virði. Nú það eru kostir og gallar við að fara í erfðarannsókn og það eitthvað sem hafa, og kannski hafið allar farið í erfðarannsókn, vitið að það eru allar þessar hugsanir sem brjótast í fólki. Þú veist, hvað nú er þessi óvissa ekki lengur til staðar ef ég búin að fá niðurstöðu. Ég hætti að hafa áhyggjur af þessu óþekkta sem býður ykkur staðar. Ég veit núna hvað framtíðin er. Nú get ég bara skipulega kannski framtíðina, auðvitað á maður alltaf að skipulega framtíðina, en þegar kemur eitthvað sem breytir öllu, þá hættir maður til að setjast niður og hugsa, ok, nú ætlum ég bara að gera þetta almennilega. Það er þetta að fara í eftirlit og svo er þetta að gera fyrirbyggjandi aðgerðir ef að þarf, en svo er náttúrulega hin hliðin og það er þetta á meðan verður að bíða eftir niðurstöðu. Ég hef aldrei þurft að bíða eftir svona niðurstöðu en ég get ekki ímyndað mér hvað er erfitt. Og ég segi stundum söguna af læknanemunum sem voru hérna í tíma og þá átti að kenna þeim hvernig er að bíða eftir svona niðurstöðu. Þeir fengu allir litla poka. Þeir vissi ekki hvað er í pókuna, það voru litla kúlur. Sumir voru með 2 svartar, sumir voru með 2 hvítar og sumir voru með 1 hvít og 1 svarta. Þetta þýðir auðvitað að vera með sjúkdóm eða ekki. Margir þeirra gátu ekki opna pókana. Þetta var ekki verið að segja neitt þá, en þeir gátu ekki opna pókana því að angist var svo mikil að finna. Þannig að ég geti ímyndað ykkur og þið náttúrulega margir hafið ímyndað ykkur og hafið upplifað að bíða eftir þessari niðurstöðu. Og svo er ekki alltaf allir í fjölskyldunni saman það hvort eigi að gera erfðarannsókn. Sumir segja kannski af hverju, maður deyr út úr einhverju. Aðrir segja ég vil ekki vita þetta, af hverju ætti ég að vita þetta. Sumir sem fá niðurstöðu, jákvæða niðurstöðu, jákvæði þeirri skilgreiningu og hún fólk er þá með breytingu. Þeim finnst þeir allt í einu verið eitthvað stökkbreyttir. Við gleyma því að við erum öll með alveg fullt af stökkbreytingum sem við kallum breytingar í erfðaefni, sem almennt kallaðar stökkbreytingar. Við bara vitum það ekki. Og það skiptir engu máli því þeir eru kannski stöðum í erfðaefni þar sem það hefur engin áhrif. Nú, við höfum ekki orðið fyrir því hér ennþá að tryggingar eða vinna skiptir verulega máli í til sambandi að vera með mennvaldi breytingu eins og BRCA eða eitthvað annað. Þetta er sums staðar annars staðar í heiminum og það er fólk stundum hrætt. Það vill ekki fara í erfðarannsókn þannig að það kannski missi vinnuna ef vinnuveitandi kemst að því eða tryggingarnar hækka eða tryggingar barnanna hækka. Ég vona að við förum ekki þangað en ég veit það ekki. Nú svo er þessi björgunarsekt sem að vona ég sé á næstu glæru. Kannski hafið þið upplifað það þegar og kannski hafa foreldrar ykkar upplifað þetta. Af hverju var ég að gefa barninu mínu þetta gallaða gen? Við ráðum því ekkert. En það kemur alltaf þessi sekt. Af hverju slapp ég en ekki Sigga systir? Þetta kemur alltaf upp í hugan þegar það eru fleiri en einn og sumir eru með breytingu og aðrir ekki. En þá þarf maður bara að reyna að eiga við það því að þetta er alveg raunverulega óþægindi og raunverulega vanlíðan hjá fólki sem er að eiga við þetta. Það kemur þetta oft upp hjá okkur þessi spurning, má ég prófa börnin mín? Almenna reglan er svo að prófa ekki börn fyrir einhvern sem kemur fram á fullorðinsaldri.
Af hverju? Jú, barnið á rétt á því að fá að ráða því sjálft þegar það er orðið fullorðið hvort það vill fara í erfðarannsókn eða ekki. Ef það hefur engin áhrif á heilsu þess, þá segjum við alltaf nei, barnið ræður þessu þegar það er orðið 18 ára. Ef það skiptir máli bara heilsuna, já, þá bara prófið og það er ekkert mál. Og við eigum aðeins að tala um það á eftir. Það getur skipt máli ef það eru 2 sem bera BRCA-breytingu, þar segja par sem ber 2 ATM-breytingar, par sem ber 2 BRCA-breytingar, þá getum við prófað, af því þá skiptir það verulegu máli. Og þetta með að prófa börn, ég skil alveg foreldrar sem vilja láta prófa börn sem maður vill vita, er barnið mitt í einhver áhættu? En hvað ætlið að gera við eitthvað sem kemur fram eftir 40 ára eða 30 ára? Sko, ef báðir foreldrar eru með breytingu, ég sjá það rétt eftir, þá getur það skipt verulegu máli. Nú, svo er þetta með krabbameini, þau eru náttúrulega, við kallum það fjölskyldulag. Ef það liggur í fjölskyldum við finnum eitthvað arfgenga ástæðu. Það getur verið arfgeng og það er, eins og maður segir, það er alltaf einhver svona 5-10%, en svo er bara meirihlutin bara svona að því bara. Það veit enginn af hverju. Og það er óbúslega frústrandi stundum að vera með fjölskyldu þar sem eru kannski 4, 5, 6 konum brjóstakrabbamein og við finnum bókstaflega ekkert. Það er óbúslega óþægileg tilfinning. Við vitum að hlýtur að vera eitthvað, en við bara vitum ekki hvað það er. En sem betur fyrir þá fer rannsókn stöðugt fram, þannig við erum alltaf að taka nýjar og nýjar rannsóknir og væntanlega og vonandi þá getum við einhvern tímann fundið hvað það er sem veldur í sumum fjölskyldum aukin á að dafa krabbamein, þó við finnum einhver svona stórar erfðafræðilegar ástæður. Nú þegar fólk fer í erfðarannsókn, það náttúrulega getur ýmislegt komið út, það getur komið jákvætt, já, við fundum breytinguna eða fundum breytingu sem er meinvaldandi og veldur þá aukin á þetta á krabbameinum. Við getum líka fundið breytingu sem er þessu kallað likely pathogenic. Það er líklegt hún sem meinvaldandi en við vitum það ekki alveg fyrir víst. En svona að því hvar hún er eða hvernig breytingum veldur á próteinu þá svona, já, okkur þykir þetta líklegt. Það getur verið það sem við kallum variant of unknown significance sem er alltaf erfið svona niðurstaða því að það veit enginn. Svo getur verið líklega ekki meinvaldandi. Það er ágætt. Þá færðum breytingu sem að, jú, það veit kannski ekki alveg hvað það þýðir en væntanlega þýðir ekki neitt. Og svo þá meinlausa. Og það komið aðeins hérna áðan með breytingar í BRCA1 og 2. Það er fullt af breytingum með BRCA1 og 2 sem eru meinlausar. Það við vitum það. Og það er í öllum genum. Það er líka alveg fullt af þeim sem eru ekki meinlausar. En þetta er allt saman hérna flokkað, bæði hjá rannsóknarstofunni, við förum yfir þetta aftur hérna ef það er sendt út. Og það er sem reynt að finna út hvort að breytingin er virkilega meinlaus eða ekki. Við leitum gjarnan til íslenska erfðagreiningar til að spyrja, þá segjum við erum með þessa breytingu, hún er flokkuð meinlaus af fyrirtækinu hérna eða flokkuð meinlaus af þessar rannsóknarstofu, hvert er ykkar álit? Að íslenska erfðagreiningar er með alveg óbúslega mikið af gögnum og þeir geta oft séð, þú veist, já við sjáum þetta hjá 62.000 manns, enginn er með krabbamein, nei, þetta er meinlaust, eitthvað svoleiðis. Þannig að það er svona okkar leið til þess að fullvissa okkur en það getur alltaf verið endurmat, það getur alltaf þurft að endurmeta breytingar. Og hérna þetta sem ég var að segja bara áðan, nú ef það er þessi jákvæð niðurstaða sem er auðvitað neikvæð, en nú samt jákvæð, það er svolítið óþægilegt hérna að kalla jákvæð niðurstaða eitthvað sem er neikvætt fyrir fólk, þá er alltaf gott að vita hver breytingi fannst, við erum búin að staðfesta það í fjölskyldunni og það er að prófa aðra og það er að beita það eftirliti og aðgerðum. Ef við finnum ekki breytingu, ef það er í fjölskyldar sem vitum að meðvaldi breyting, þá er það gott, þá er það bara rétt. Ef við erum bara að leita einhverju breytingu, við vitum ekkert hvaða breyting er í fjölskyldinu eða hvort það er einhver en við finnum ekkert, þá vitum við ekki hvort það er vegna þess að það er ekkert eða hvort það er eitthvað sem við bara kunnum ekki að leita eða eitthvað sem við vitum ekki við ættum að vera að leita. Þannig að neikvæð niðurstaða í fjölskyldu þar sem þegar er til staða þekkt breyting er góð. Breytir því ekki að það er hægt að endurmeta allar fjölskyldur og það er alveg til fjölskyldur þar sem er fleiri en ein breyting. Svo við komum inn á það aftur líka og við bara prófum það, við skoðum ættartrénin, förum aftur yfir og tekum að því. Þannig ekki hika við það að hafa samband aftur ef þið hafa ykkur á að gera því að sé ykkur aðra breytingar. Nú, það er þetta leiðilega breyting með óþekkta klíníska þýðingu sem kemur stundum óþægilega oft og það er eins og við segjum, við leitum upplýsingar, við reynum að finna en við getum ekki prófað aðra í fjölskyldinu þess að
rannsóknarstofan segir þetta er breyting með óþekkta klíníska þýðingu, við prófum hann ekki. Ef við hins vegar getum fundið, það eru sumar breytingar sem að mögulega hefða sér annars öðruvísi í öðrum löndum, þar sé á Íslandi heldur en í öðrum löndum, að við getum sagt já á Íslandi þá vitum við það að þessi breytingar meðalda að því að það er búið að skoða það bla bla bla, þá vísi ekki mjög oft við. Að þá er þetta prófættingja. Þetta er svona nokkurn veginn, þetta er, ég myndi ekki, ég vil ekki hengja með upp á þessa klæði, þetta er svona nokkurn veginn dreifingin á þessum breytingum. Það sem er kannski áhugaverðast er þessi haus. Hér er breyting í brakka 1 og við finnum hana bara hjá þeim sem eru afkomendur einhverja Vestfirðinga. Sem þýðir að einhvern tímann hefur einhver lent á Vestfjörðum, kannski sætur sjóari, ég veit það ekki, og borið með sér þessa breyting, en það er fyrir löngu síðan, hún er það útbreytt að það er ansi langt síðan, við höfum ekki getað fundið upprunann. Svo eru aðrar brakka, þessi 771, þetta er 99 del 5 eins og þið þekkið nafnið sko. Hún er út um allt, nema á Vestfjörðum. Og fyrirgefðu Vestmannir er ekki, það er ekki viljandi. Svo er önnur brakka 2 breyting sem hegðar sig mjög svipað og hin. Ég held sér frá Austfjörðum, ég var að tala við konu á þessum, þannig að við höldum kannski það sé ekki rétt. En svo eru fleiri brakka 1 breytingar og brakka 1 genið er leiðilegra því leytinu til það stökkbreytist oftar heldur en brakka 2. Það er svona aðeins meiri kyrrð á brakka 2 geninu, en þetta eru bæði alveg gríðarlega stór gen. Í mér, ég kann það ekki. Þessi kann það kannski. Ég tala óvanlega hátt saman. Og bara að tala? Já, ég ætlaði nú aðeins að tala hennar gen. Sigurdís er nú búin að fara dálítið vel í gegnum flest þeirra og ég setti þau nú bara þarna í stafróf og svo þau eru auðvitað miklu fleiri. En svona það sem við sjáum kannski oftast það er ATM. Þarna er áhætta á brjóstakrabbameini. Þarna er líka áhætta á mjög alvarlegum sjúkdómi að báðir foreldrar með breytinguna. Þá eru 25% líkur til þess að barnið eru bæði inntökin og fái mjög alvarlegan sjúkdóm. Og það viljum við forðast. Þannig að sé eitthvað með ATM-breytingu sem er meinvaldandi, prófa hinn einstaklinginn, þar sé hinn í parinu. Og við setjum konurnar í brjóstaeftirlit af því að það eru ekki áhætta á brjósta krabbameinum. Part 1, þetta er mjög sjaldgæft á Íslandi. Það er örfáir með breytingu þessa genu og það virðist ekki vera endilega mjög sterk fjölskyldusaga en það er til. Og þetta er svona eitt af þessum æxlisspælandi próteinum í partí og það vinnur svolítið með brakka 1. Svo er það brakka 1 og þið þekkið þannig í telju upp nokkur af þessum breytingum sem við höfum þekkt þar sem eru svona algengar en aðrar. Samt eru svo miklu færri fyrir utan vestfirsku breytinguna með brakka 1 breytingu heldur en brakka 2. Þessi vestfirska hún er líklega svona 0,2% af þjóðinu meðan að brakka 2 er 0,8%. Nú áhættan í brakka 1 er fyrst og fremst brjóstaækjastokkar. Það er alveg ótvírætt. Kallar á Íslandi við sjáum engar aukna líkur hjá þeim að fá brjóstakrabbamein í brakka 1. Við höfum ekki séð neitt sem bendir til þess. Fyrirgefðu það, erfist það ekki jafnt? Jú, þessar breytingar allar erfast jafnt til karla og kvenna. Það eru bara breytingar sem eru á kynlitningu sem skipta eru semst öðruvísi. Vil ég rétt upp hönd þegar þurfi mikrofón? Eða að spyrja? Og við erum með svona ríkiseftirlit, það er á 6 mánaða fresti eins og Sigurdís sagði. Hér höfum við haft það þannig að það er segulómskoðun og svo myndataka og þetta er alltaf á 6 mánaða fresti. Og ef það gengur ekki upp, ef þetta virkar ekki, þá segjum við allar hringið mig að ég veit alltaf við hvernig á að tala. Og ég vil heyra það, ég vil ekki eitthvað sitja heima og hafa áhyggjur af því, nú er ég ekki búin að fara í skoðun í 2 ár, þú veist hvað ég að gera. Svo er það brakka 2 og þarna við teljum að það séum 2400 manns, karlar, konur og börn sem eru með þá breytingu og það eru fleiri krabbameinsfylgjandi eins og sáu líka hjá Sigurdís. Það eru ofboðslega mismunandi þessar brakka 2 fjölskyldur. Sumar eru þannig að það eru
allir sem fá krabbamein nánast, öðrum eru bara konurnar, en öðrum eru það bara karlarnir sem fá brjóstakrabbamein, svo eru í sumum bara brjóst- og eggjastokka, sumum brjóst- og blöðruhálskirtill. Þetta og veit enginn af hverju, en það er reyndar í gangi lítil rannsókn sem að vonandi getur gefið okkur pínullar upplýsingar það hverjir mögulega fá krabbamein af þeim sem eru með breytingu. Þannig að svo þið vita af því, þannig að einhvern næstu svona mánuðum, kannski 2-3 árum, þá ættum við að sjá það. Svo er þetta, þeim bara alveg sama hver þú ert, þú getur verið ríkur og frægur og fengið samt krabbamein. Og þetta, þegar þessi unga kona lét heimsbyggðina vita af þessari BRCA 1 breytingu sem hún er með, það var það allt vitlaust og þið munið það örugglega. Ég man það bara því að síminn hringdi stöðugt hjá okkur og við vorum ritaralaus. Þannig að það var bara svona. En BRIP1, og það er reyndar miklu algengara að vera með breytingu BRIP1 heldur en BRCA. Það er svona 1 af hverju 77 cirka, segir Íslensk erfðagreining. Þetta er fyrst og fremst eggjastokka á þetta. En ég sé brjóstakrabbamein í ættunum og ég sé bara brjóstakrabbamein, þannig að ég býð fólki upp á brjóstaeftirlit. Literatúrinn segir að sé ekki, Íslensk erfðagreining segir að sé ekki, en ég tek ekki séns á því og býð brjóstaeftirlit hjá þeim sem vilja og til allra hamingju þá hefur því verið vel tekið, bara því við erum að horfa á fjölskyldusöguna í þessum ættatrjám og margir koma náttúrulega að því að það er brjóstakrabbamein og það er kannski 3 eða 4 konur með brjóstakrabbamein og við finnum BRIP, þá, en við finnum ekki endilega eggjastokkskrabbamein. Þá finnst mér mjög eðlilegt að það sé verið að fylgjast með brjóstunum. Aftur þarna er líka breyting þar sem við viljum, ef annað foreldri, fólk á barneignaraldri er með BRIP-breytingu, prófa maka. Alltaf að prófa maka. Það gildir BRCA 2 líka. Það kemur rétt þar. Það er alvarlegt. Ég spurði hvað er Fanconi anemía? CTH1, það er svona tiltölulega sjaldgæft í Íslandi, það tengist brjóstakrabbameini meira magakrabbameinum. Við erum eina fjölskylda sem bara karlar fá brjóstakrabbamein og erum með CTH1, en það veit enginn hvort það er tengt í eða ykkur öðru. Og þar er bara boðið upp á hefðbundið brjóstaeftirlit og eftirlit með meltingarfærum. Þetta er einmitt úr þessu forriti sem hún var að sýna, hún Sigurdís. Þetta er svolítið sniðugt. Það vantar þetta alveg fjölskyldusögin í þetta, en þetta er svolítið gott til þess að meta svona og sjá hratt. Tjekk. Já. Munurinn á blá og græna. Blá eru þeir sem eru með breytingu og græn eru þeir sem ekki með breytingu. Þannig að þetta er sýnir hversu margir fá almennt brjóstakrabbamein og hversu margir með breytinguna fá brjóstakrabbamein. Almenna fyrir neðan. Já, þið sjáu karriér hérna og non-karriér. Tjekk 2, það er nokkra breytingar til í tjekk 2 sem við séum hérna. Það er svona, Íslensk erfðagreining segir moderate risk factor, þetta er svona mörkunum, þetta er svona kannski 25-30% líkur. Það er líkur ristikrabbameinum, þannig að fólk þarf að fara í ristieftirlit. Aðeins vegna líkur á nýrnakrabbameinum, það er ekki mikið, það er svona kannski 5% og svo eru talsvert vegna líkur á blöðruhálskrabbameinum. Þannig að já, kallar er að fara líka. Og það er mögulega aukin á þetta á húðkrabbameini, það höfum við bara úr erlendum tímaritum og rannsóknum, en við sjáum það ekki endilega hér. Og aftur við horfum á þessa ættatriði þar sem krabbamein eru skráð. Og við bjóðum þá náttúrulega eftirlit með brjóstum, blöðruhálskirtli og ristli. Þarna sjáum við Fanconi anemíu, ég ætla nú ekki að lesa þetta allt saman, en það er nú alveg sjálfsagt að gefa okkur tækifæri til að lesa þetta. Þetta sést náttúrulega oft á meðgöngu og þetta er ekki eitthvað sem að þetta er ofboðslega alvarlegur sjúkdómur. Þannig að endilega hvetji þið unga fólki til að fara í rannsókn ef þið vita að annað er með breytingu og allir í BRCA ættunum, allir í BRIP ættunum fara í rannsókn til þess að geta það prófað hinn.
Þeir sem eru hérna arfblendnir fyrir til dæmis FANC D2, það er líka enn eitt af þessum genum, ég var ekkert að fara út í það. Þeir eiga ekki að sýna nein einkenni eða vera með nein vandamál. Það er bara að vera með 2 eindök breytt, þá koma þessi vandamáli. Ég skal deila þessum glærum, þannig að þið getur fengið að sjá þetta. Þarna eins og sjáu, Sigurdís átt að vera eftir mér, sko. Þetta er alveg slatti af genum og það sem við sjáum í PMS2, það er, ég kalla það legslími, það er innan í leginu, endometriosis, þið þekkja það þannig. Að við sjáum oft ættartrið þar sem eru nokkuð, þannig að þá veit ég, þetta er örugglega PMS2 fjölskylda. Þannig að við erum búin að finna töluvert marga með menaldurbreytingar fyrir linsheilkenni. PALB2, það eru nokkrar breytingar, þetta er hérna líka. Það er sem sagt, talan alltaf 7-föld á þetta á brjóstakrabbameinum. Annað kemur spurning. Ertu þá að segja að PMS2 eða endometriosis, er það þá meiri líkur á að þú sért með lins eða? Sko, ef það er krabbamein í legslímunni sem er endometriosan, þá ég sagði endometriosa því það þekkja það sem margir út af legslímuflekkinu, en þetta er oft kallað legbólur bara og ég einhvern veginn hef fest mig í þessu nafni á meðan krabbameinslæknir segja alltaf legbólur. Aftur, þarna viljum við líka prófa MAGA ef að menaldurbreyting finnst í PALB2 og við höfum ekki sjá því á körlunum í brjóstakrabbameini en það er nýleg grein sem segir frá því að það sé eitthvað ekki náð á körlum. Við prófum auðvitað að kalla þessa greinast brjóstakrabbamein. Því þú veist, það að vera að kalla á greinast brjóstakrabbamein er auðvitað bara risastórt rautt flagg. Aftur þarna sjáum við pínlítið brjóstakrabbamein. Þarna miðaði bara með 40 ára konu sem er ekki með neina sögu. Ég geri það í öllum glærunum. Svo er nú fíllinn í stofunni. Sums staðar erlendis er farið að gera fósturvísisgreiningu, þar að segja að það er fyrir okkur í tilraunaglassi. Það er tekin ein fruma úr þessum fósturvísi og það kanna hvort að breytingin er til staðar. Þetta er gert fyrir mjög marga alvarlega sjúkdóma og við erlendis er farið að gera þetta í Braka líka. Það þarf þó að hafa það í huga að það tekur oft langan tíma, það tekur oft kannski 2 ára að komast í meðferðina. En þetta er eitthvað sem ég get alveg ímyndað mér að muni aukast töluvert í framtíðinni. Og við höfum yfirleitt milligöngu eða fólk fyrir lyfjá til þess að fara í fyrsta viðtal ef það vill fara þessa leið og svo heldur það bara áfram. Við skrifum þá bréf og segjum við komum með breytingu þessu geni og við mælum með því að þessi leið sé farin. Þannig að þetta er eitthvað sem er líka gott að hafa í huga svona á framtíðinni. Ef fólk vil til dæmis alveg útiloka Braka 1 eða 2 eða einhver aðra breytingu úr fjölskyldunni, þá er þetta leiðin. Og svo metur auðvitað Tryggingastofnun hversu mikilvægt henni finnst að þetta sé gert. Það er óbúslega einfalt að finna okkur, það er óbúslega einfalt að panta tíma hjá okkur. Það er bara að googla erfðaráðgjöf tímabókun eða fara svona 14 skrefin á Landspítalavefinn, þetta fljótleira, þá poppar þetta upp. Það er að velja eitthvað af þessum formum þarna. Þar sem þetta eru form á bakvið þetta með spurningalistum og þeir sem færu í krabbameinserfðaráðgjöf þá væri annaðhvort það sem er þekkt breyting í fjölskyldunni eða bara almennt þar sem fólk hefur bara almennt áhyggjur eða vill spjalla. Það er líka gluggi þarna, hérna niðri stendur almenna fyrirspurnir ef fólk vil bara spyrja eitthvað, þetta er allt inn hjá okkur. Allar þær beiðnir sem koma þarna í gegn, það er farið yfir þetta einu sinni í viku og þá deilum við því bara niður á okkur sem erum á erfðaráðgjöfinni og fólk á að fá símtalina bara nokkra daga. Það er hægt að velja, vill viðkomandi koma til okkar eða vill viðkomandi símtal. Það er mjög algengt í ættum þar sem er þekkt stafsbreyting. Fólk vill gjarnan bara fá símtal eða myndsímtal sem er líka í boði. Sú þróun var mjög hröð í COVID, til allra hamingju þá lærðum við eitthvað á COVID. Þannig að þetta er það sem að þið getið pælt í eða vísa fólki á og við höfum enga þröskulda, það er ekkert svona að segja, það er svo lítið, eitthvað hjá mér ég samt áhyggjur, ég ætla ekkert að hringja. Það er allt í lagi, ég meina, í versta falli segjum við, sjáum ekki enga sérstaka ástæðu til að gera neitt, eða segjum, við getum prófað þetta eða þetta eða þetta. Þannig að þetta er þessi lágu þröskuldur. Ég held að þetta sé komið, já, sko til, bara þakka þið fyrir.
Var þetta ekki léttmeti? Vill eitthvað spyrja? Ykkur léttara heldur en hérna læknirinn. Þú eru enginn að segja neitt lengur. Þetta var mjög fróðlegt og einmitt svo mikilvægt að koma að upplýsingunum einmitt með unga fólkið og fleiri erfðabreytingar sem að gleymast oft í umræðinu. Já. Í sambandi við eftirliti, þetta er að tala út frá því að það sé bara að tala út frá það sé ungt fólk og er að greinast með þetta í fyrsta sinn, en þeir eru eldri, búin að fá krabbamein, búin að fara í allar aðgerðir og allt þetta. Hvernig er eftirlitinu þá háttað? Er eitthvað eftirlit eða hvernig? Sko, ef það er búið að taka brjóstið þá er mjög erfitt að skoða brjóstvöðvinn, en það er nú samt hægt að þreifa. Við mælum alltaf líka með því að fólk þreifi áfram sjálft. Ég segi alltaf að fólk hlustað á innsæðið, hlustað á magann í þér. Ef hann segir þér eitthvað sé eitthvað stær af, eða þá átt að hlusta það, ekki svona ignora það. Eftirlit með líffæri sem búið er að taka er erfitt. En ef þú hefur áhyggjur af einhverju, ef þú heldur að sé eitthvað að byrja eitthvað stærra, því að þú veist, auðvitað er ekki hægt að taka alla frumur að það brjóst sé tekið, það verði einhver frumur eftir. Ef þér finnst eitthvað að myndast eitthvað stærra, þá hringir þú bara og segir, þú veist, ég er með þessa breytingu, mér líður eins og sé að vaxa eitthvað, það sé að koma kúli eða æxli eitthvað, og þá fer að koma á eitthvað þreifar. Því maður heyrir líka þegar þú ert búin að fara í brjóstnámið að þá bara lappar út í lífið sem sett ekki lengur með brakkaginnið sem er náttúrulega, það er ekki alveg þannig. En ég náttúrulega flutti erlendis bara fljótlega eftir mitt brjóstnám og þar hitti ég brjóstaskurðlækni. Hún fylgist með mér 6 mánaða fresti og þreifar og ég get fengið myndatöku á þar og ég veit alveg á að geta fengið það hér en kerfið okkur orðið dálítið flókið hérna. Það er nú verið einfaldara núna, sko. Þannig að ég myndi ég voru kannski einhverju á ráðstefnu hjá Krabbameinsfélaginu í gær og mjög fróðleg erindi og ég bara fylltist von. Það verið að tala um nýju brjóstamiðstöðina, verið að tala um að einfalda ferlið, að búa til ferlið þar sem að leið og þú finnur eitthvað að þú þarft að fara í rannsókn, að þú þurfir ekki að fara á milljón staði eða vitir hvert þú getur leitað og að kerfið sé fyrir arfbera, fyrir sjúklinga en ekki, sammála pólitík en bara að þú veist, ég er bara sammála. Mér langar að spyrja einum. Þegar maður er búin með brjóstnáma eins og hún segir, er ekki gott að fara bara einu svona ári í blóðprufu og láta bara kanna gildin í blóðinu? Sko, ef eitthvað, nú veit ég, eftir að tala um 725 eða eitthvað svona grafmið, ef að það er mælanlegt í blóði í einhverju magni, þá ertu náttúrulega komið með sjúkdóm. Það er, þetta er notað til að mæla oft eftir aðgerð til þess að sjá, þú veist, lækkar þetta, er það örugglega, en blóðprufur eru bara ekkert sérstaklega góður mælikvarði á krabbamein. En aftur, einhvern tímann kemur að því og vonandi fljótlega að við getum skoðað krabbameinsfrumur í blóði eins og í NIPT. Vitið þið hvað NIPT er? Það er þegar verið að taka blóðprufu hjá ófrískum konum til að skoða fósturfrumur. Þetta er núna oft gert til þess að kanna líkur á þrýstæðum. Sama með krabbameinsfrumur. Þetta er á leiðinni að vonandi að verða veruleika. Það er sífellt fleiri rannsóknir. Ég veit að þessi maður hefur mikinn áhuga á þessu. Og vonandi getum við einhvern daginn bara að skoða blóð hjá fólki einu sinni á ári. Eru krabbameinsfrumur í blóðinu? Hvaðan kemur þessi fruma? Þú veist hvað öfuggerð þetta? Fínt að skoða þennan stað. Þannig að það er svona framtíðardraumurinn. Ég er nýbúin að frétta af því að í Arlington University í Bandaríkjunum Florida, í Texas, að þeir eru komnir með nýjar uppfinningar á því að finna krabbamein í kjarnafrum. Er þetta eitthvað að koma hingað? Ég átti mig ekki alveg í finna það hvernig. Ég er hérna. Nei, ég er að reyna átta mig á hvaða... Nei, þetta er, þeir finna sem sagt erfðaefnið einhvern veginn, þannig að þetta er alveg ný uppfinning. Ég veit að maðurinn sem hann er Íslendingur, sá sem fann þetta upp, Robert Magnússon, og hann var að selja þetta sem sagt og þetta og auðvelda allar svona rannsóknir. Skal bara fletta þess að skoða þetta, ég hef ekki séð þetta. Nei, ok, takk.
Já, ég hef ekki séð þetta, þannig að ég, já, Jafnvel út hverjir fá krabbamein og hverjir ekki með blóðprufu. já. Þannig að það er mjög spennandi. Rannsókn sem er núna í gangi í Læknagarði er einmitt að bera saman hérna þá sem bera BRCA2 og þá sem gerir það ekki í sömu fjölskyldum og reyna með því að finna hverjir fá krabbamein í framtíðinni. Þú þurfum að finna einhver merki sem geta hjálpað okkur. Mér langar að fá að skjóta einlega spurning hvort það er ekki auðvitað að endurtaka spurningarnar. Jú, það er bara, skilum það. Ég var bara að kasta þér fyrir mér, í Nóri er eins og að það krefist stökkbreyting í BRCA2 en ekki þessi náttúrulega stökkbreyting og það er það ennsýkmyndir og óþekkt kannski þannig að séð. Og hvað er áhyggjur þið? Sko, ef það eru, ég myndi segja ef það er eitthvað að krabbameinum í fjölskyldunni, þá myndi ég segja vertu bara mjög vel á verði. Mögulega ef það er mamma, systir, dóttir með krabbamein, þá ertu sjálfkrafa í aukinni áhættu bara fyrir það. En BRCA2-breytingin á svo sem ekki að breyta henni ef hún er óþekkt, þú veist. Við vitum það samt aldrei alveg. Og svo getur það verið eitthvað annað sem við bara vitum ekki hvað er ef það eru mörg krabbamein í fjölskyldunni. Því er ekki krabbamein, Já. ekki að brjóstakrabbameini. Þá bara mælum við. Já. Já. Og svarið sem hún fékk, það hringdi hérna maður svo, hún var búin að leggja niður til það. Nei, þú þarft ekki að hafa neinar áhyggjur, það er búin að rannsaka þetta og þetta hefur engin áhrif. Þetta var svar sem hún fékk í fyrradag. Nei, forstöðudag. Já. Það er ekki þannig að maður, já, sko, vísindi segja ef að breytingin er með óþekkt klíníska þýðingu, þá vill rannsóknarstofan ekki rannsaka. Þeir segja, af hverju ættum við að gera það? Hins vegar endurmetum við þetta. Við endurmetum það eftir 1-2 ár. Er þetta í alvörinu þannig? En ef það er mikið krabbamein í fjölskyldu, þá bara endilega aðtók hvort það er ekki hægt að fara í aðeins auknari tíðni af rannsóknum, af eftirliti. Bara að gera. En ef það allir segja maður sé í ömmu kynslóðinni, svo er engin krabbamein í miðkynslóðinni, svo kemur dóttir, þá er komin heil kynslóð á milli með lítið krabbamein sem dregur náttúrulega úr áhættunni. En ef það er í segjum báðum kynslóðunum, þá er áhættan, myndi ég, nákvæmlega. Þó hún sé. Já, og ég veit alveg að það eru einhverjir í eftirliti í þessari fjölskyldu út af fjölskyldusögu, sko. Þannig að. Taka svona síðustu spurninguna. Mér langaði bara að spyrja í erfðaráðgjöfinni, hversu langt megið þið leita, hvað er fjölskyldusaga? Hversu langt nær það aftur? Sko, klassíska fjölskyldusagan eru 3 kynslóðir. Já, bara upp á Þannig til að við, allir við erum með ættfræðigrunn, þá getum við skoða lengra, sem þýðir að stundum höfum við fundið, vitum við, ég veit að hann Stjáni frændi þinn, sem er sko langt í burtu, hann greindist með BRCA2 og líka Stína frænka sem var hér. Öllu jöfnu, það er svo langt á milli þeirra, að mér hefði ekki dottið í hug, þú veist, í venjulegri fjölskyldusögu að spá neitt í þig. En að því ég veit þetta, þá segi ég, ok, Og þegar það er verið að tala um nánustu fjölskyldu, þá er verið að tala um þessa 3. 3. gráðu ættingjar. Já. Ok. Flott. Já, það lærðir eitthvað. Já, mjög mikið, eins og alltaf. Getum við alltaf frá mjög spjalli líka, Já. það var tökum það næst. Tökum En það takk næst. kærlega fyrir, Vigdís, það var Bara takk frábært. sömuleiðis. Takk kærlega, ég er með blóm Flott fyrir þessu. þig. Líka með blóm Viltu handa mér. aðeins sjá mér, Ég Vigdís? skal standa ekki á þér. Það sjá mér. Nei, mér langaði líka bara að lokum að minna á laugardaginn. Við erum með 3 viðburði núna í lok október. Við höfum, BRCA-samtökin hafa aldrei áður verið með í bleikum október og við ákveðum að taka það með stæl í ár og við erum með 3 viðburði. Og það er þessi fræðslufundur í dag sem er fyrsti af vonandi 8 í vetur og fræðslufundur nr. 2 er á laugardaginn og þá mun Kristján Skúli Ásgeirsson, brjóstnaskurlæknir, ræða nýjungar í brjóstnásaðgerðum og þetta er 1:30 og eftir á kaffi, þannig að þetta verður líka heimilislegt og verður hægt að hittast og spjalla saman á eftir. Það er langt síðan að hafa verið einhverju hittingar. Þetta er í klíníkunni, fyrirgefðu, klíníkunni í Ármúla. Og eftir kaffi þar, þá er tilvalið að fara niður í bæ og kíkja á ljósmyndasýningu sem við erum að opna í samstarfi við Þórdís Erlu ljósmyndara
og Galleri Ramskram. Og við erum búin að fylgja, eða Þórdís búin að fylgja Sóleyju og sýningin heitir Of ung fyrir krabbamein, spurningamerki, saga Sóleyjar, vegna þess að hún greindist, fekk að vita að hún væri brakkaarberi þegar hún var 25 ára, var ráðlagt að bíða með eftirlit þangað til hún 30 og finnur sjálf brjóstakrabbamein 2 árum seinna og nýbúin að ljúka geislameðferð, fór í lyfjameðferð í vor og brjóstnámsaðgerð. Þannig að hún deilir sínu ferli og við segjum sögu hennar í málamyndum á laugardaginn. Þannig að allir velkomnir og það verður boðið upp á léttaveitingar og ég vona bara sem flestir komi á laugardaginn. Þetta er opið allar helgar í 4 vikur og að lokum ætla ég að segja að þessi sýning mun síðan fara út á land. Þetta á sunnudaginn, er sýningarspjall. Já, þá verðum við með smá spjall. Skemmtilegt. Já, fyrirgefðu. Langar bara að spyrja, af hverju ungum konum ráðlagt að bíða með eftirlit? Það á ekki að ráðleggja en þannig. Það eru nú þessi viðmiðið með oft talað 25 til 30 og það eru verkfællin sem segja oftast þú byrjar 25, þú ert með brakka 1 og 2. Við bara reiknum með því. Já, þannig að, hvað segirðu? Hún er brakka 2 en það eru margir brakka 2 sem byrjum 25 líka í eftirliti. Já. Þannig að þetta hefur verið einhver ákvörðun einhvers staðar, þar sem hún hefur fengið þetta mat. Já, það er ekki fjölskyldusaga hjá henni, en einhver síður, ef þú ert með brakkaarberi og óskar sjálfur eftir því að fara í eftirlit, þá á sá bolti bara að fara af stað, að mínum mati. Já, mín líka. Já, þannig að við erum sammála um það, en því miður náttúrulega gerast brotalamir í kerfinu, en við viljum bara, þess vegna líka þessi sýning, við viljum vekja athygli á því að sérstaklega ungum konum að þessi hlusta líka á unga konur að þú ert með einkenni og það sé ekki bara, og að því heiti sýningin Of ung fyrir krabbamein, ekki alltaf sagt bara en þú ert svo ung, já, ungt fólk fær líka krabbamein, það er bara það. Ok, nú er ég alveg, aðeins að rómi. Betið unga fólkið. Hvað segir þið? Betið unga fólkið. En okkur langar að færa blómvönd. Já, þakka þér fyrir. Já, og mér langar bara að þakka ykkur öllum innilega fyrir komuna og fyrir þolinmæðina, tækninni, takk kærlega og sjáumst á laugardaginn. Það er ekkert mjög oft sem ég fæ blóm, þannig að það er góð. Í alvöru? Það er ekki fallegt? Jú, mér finnst það svo fallegt. Leiktu þetta? Já, ég er svona ekki litin, en... Nei, það er bara